Þegar við ætlum að finna prósentuna, við vitum allar aðra forsendur, þá gott að hafa í huga prósentu þríhyrningin. Það búið að teikna hann upp hérna til hliðar og það sem sagt, alltaf hluti, kemur hérna deilingamerkið eða sem sagt strik yfir og það heild sinni prósentur. Og ef við ætlum að finna prósentunar, þá, ná hérna í svartan lit, þá hérna þetta formúlan. Prósent sama hluti deilt með heild. Ef við tökum dæmi, þið eruð 21 núna í bekknum og 21 nefandi og það eru 7 stelpur og hvað eru það mörg prósent? Við viljum vita hvað stelpurnar eru mörg prósent af bekknum. Nú notum við formúluna til þess að vita svarið. Tökum við hlutan. Hlutin þá stelpurnar, það hluta af bekknum. Tökum við þær, það 7. Deilt með heildinni, og þau eru 21 í heildina. Og fáum út 0,333 endalaust. Og við ætlum að svara í prósentum. Og þá munum við að margfalda með 100. Það sinnum 100. Og það fáum út 33,3% af bekknum ykkar eru stelpur. Ef við skoðum sýnidæmi 2201 í bókin ykkar, þá stendur hve mörg prósent eru A. 91 króna af 325 krónum. Þá gerum við hérna, það var rauða núna. A. Ég vil vita prósentuna. Formúlan var prósenta sama og hluti deilt með heild. Þá tökum við hlutan. 91 króna hlutin, það ekki allur pakkin. 91 deilt með 325, fáum út 0,28 sinnum 100, ekki glemma því, við viljum vita prósentið, það 28%. Í sýnidæmi 2204 áttu þið að finna í kassa með 175 ljósaperum var 21 þeirra ónýtt. Hve mörg prósent voru ónýtt? Við munum formúluna eins og áður, prósenta, teikna hérna upp, prósenta sama hluti deilt með heild. Ok, þá tökum við hlutan, fjöldi ónýtra pera, það ekki allur kassinn, heldur hluti. Það þá 21, svo tökum við deilt með heildinni, heildarfjöldin sem var 175 og út kemur 0,12. Það ekki nóg að skrifa bara 0,12 var ónýtt heldur sinnum 100 fáum út að 12% perana okkar var ónýtur. Í sýnidæmi 2215 stendur að litasjónvarp á ákveðinni tegund kostaði 40.500. Þegar ný gerð kom á markaðinn var hún verðlögð á 42.300. Og í A eigum að reikna át hækkunina í prósentum. Og í B, við tökum það bara eftir. Byrjum á A. Reikna át hækkun í prósentum. Alltaf gott að muna formúluna sína til að finna prósentuna. Þetta bara í bláan lit, það ekki ágætt. Sama hluti deilt með heild. Byrjum á því þá. Í bókinni sýnt að fyrst það dregið frá nýja verðið mínus gamla verðið og fengið út að 1800 króna munur. Ég ætla bara að byrja á eins og við höfum búin að vera að gera þetta. Tökum við, hvaða lit á ég, ekki bara hafa svartan. Tökum 42.300
deilt með 40.500 og þá fengjum við út 2.300 deilt með 40.500. Ég fengið út 1,044 eitthvað. Ok, og ef við mörgföldum þetta með 100 þá var það 104.000 króna hækkun. En það er ekki 104. Við tökum þessa hugsun betur í breytiþættinum sem er önnur innlögn í þessari lótu. Og ég ætla að sýna ykkur aðferðina sem eiginlega er betra að nota þangað til að við erum komið breytiþáttinn alveg hreint. Tökum dæmið aftur. Tökum við 42.300 mínusum 40.500 og fáum út 800. Ok, þetta var breytingin. Tökum við 800 og deilum með 40.500 eða gamla verðinu. Út kemur 0,044. Þannig að sjáum við að þetta er ósköp svipað, nema þetta getur bara margfalda beint með 100 og fengið út 4%. Þannig að verðhækkunin var 4%. Ef við höldum áfram með B-hlutann í dæminu, þá er verið að breyta tölunni. Viðskiptavinur fékk að kaupa eldri gerðina á 36.900 og hve mörg prósent var afslátturinn. Þá er gott að hugsa nýju formúluna sem vorum að læra. Það var breytingin deilt með gamla verðinu. Þannig að við lendum ekki í sömu sporum áðan og fengum 1,04. Þannig að við ætlum að taka þessa formúlu og nota núna. Þannig við tökum breytingin. Breytingin er þá 40.500 mínus 36.900 og munurinn 3.600 og tökum svo 3.600 deilt með gamla verðinu sem var 40.500 og fáum út 0,088 eitthvað sinnum 100 og út kemur. Áttum að svara í heilum prósentum, getum ekki skrifað það 8,8 heldur verðum við að gera 9%.